Takk fyrir það, auglýsingar að baki Suðurland FM á 50 degi, það er 24. október í dag. Takk líka sem fylgir þér til 1. En við ætlum að setja okkur í samband við sveitarfélagið Ölfus og þar er vinkona mín, hún Barbara Guðnadóttir. Bless og sæl. Sæll og blessaður. Hress og gátt. Já. Hvað? Það var hérna sagt við mig eftir síðasta viðtal sem ég átti við því að Barbara er alltaf svo glöð. Það er ekki vitleysa. Ég reyna að vera það. Já. Það er svo mörg að gleðja. Alveg rétt. Var hvít jörð hjá ykkur í morgun? Nei. Nú? Það er bara, það er ekki snjókorn. Það er ekkert annað. Alveg magna hvernig þetta getur skipst svona. Já, er alveg allt hvít hjá ykkur? Já, það var allt hvít í morgun. Þetta er svona að leysast upp. Þetta er svona að fara út í slitu. Já, það er nefnilega getur alveg verið munur á því hvort maður er hérna niðri við ströndina. Já. Aðeins innar í landinu. Þetta er alveg magnað. En hvað er annars að frétta þarna frá ykkur? Frá því síðustu viku? Það er bara alveg brjálæðislega margt að frétta. Það er allt að gera. Já, komdu með það. Þú spila áðan lag eftir með Monsters and Men. Já. Og ég heyrði ekki kynninguna hjá þér. Var það eitthvað neginn tengt tónleikum sem er í kvöld hjá okkur? Nei, reyndar ekki. En það er náttúrulega tónar við hafið. Já, það er nefnilega tónar við hafið í kvöld og trompetleikarin í hljómsveitinni sem heitir Viki Vaki og er þar að spila. Já. Hún er einmitt trompetleikari of Monsters and Men. Já. Þannig að þetta var skemmtileg tenging. Ef ég hefði vitað þetta, þá hefði tengingi verið ansi góð. Já, hún var mjög góð, alveg óavitandi. En svo ef þú svo myndir klikja út með eftir viðtalið spila kannski eitthvað með sálinni, þá myndir ramma þetta svo gjörsamlega því að trommuleikari hljómsveitarinnar, hann er einmitt í sálina sjálfsmins. Það er hann Jóhann Hjörleifsson, já. Þannig að þetta er alveg eðal fólk sem er að koma. Þetta er hljómsveit sem heitir Viki Vaki. Já. Og er að spila svona íslensk þjóðlög og íslensk lög í jazz og pop útsetningu. Og þarna eru 2 feðgin, hún Ragnhildur og pabbi hennar, þau eru að spila þarna. Pabbi hennar er Gunnar Hrafnsson og spilar á kontrabassa. Og svo önnur feðgin, það er Erla og Stefán Stefánsson og þau spila bæði á saxofón. Og Ásgeir son hann spilar á gítar og át, veistu hvað át er? Maður er ekki bara út á túni, ekki þannig át. Þetta er svona belgmikill gítar, stuttur. Já. Og svo er hann Jóhann að spila trommur. Þannig að þetta er alveg eðal fólk sem er að koma að spila. Þetta er alveg frábæri tónlistamenn. Já. Og þetta enginn að vera svikinn af þessu. Hvenær hefjast tónleikarnir? Þeir hefjast klukkan 8 og verða hérna í minni salnum uppi í Ráðhúsinu. Já. Og það er ekki allt, það eru fleiri tónleika framöndan. Þið voruð að velja hendur í höfn, fyrirtæki Vikunar. Jú. Og hún Dagný Magnúsdóttir var í viðtali í gærmorgun. Skemmtileg kona. Og þetta hefur eitthvað farið frá hjá mér. Veljið í hverri viku eitthvað fyrirtæki. Já. Og er það þið sem veljið það eða hringir fólkinn? Við veljum fyrirtæki Vikunar, bara svona handahófi. Þetta er alveg agalegt. Ég ætla nefnilega að fá að tilnefna eitt fyrirtæki á eftir. En fyrst ætla ég að nefna það. Það var náttúrulega vel til fundið að hafa hendur í höfn. Já. Út af því að þau eru náttúrulega með tónleika, að fara af stað með tónleikaröð. Og verða með fyrstu tónleikana næsta sunnudag. Já. Það er Skúli Menski og Rósa Guðrún. Hún kannski nefnt þetta í gær í viðtalinu. Já. En þetta er ferlega, þetta er pínu lítill huggulegur kaffihús. Pínu lítill huggulegt kaffihús og ég aðeins lagi þetta hjá mér. Já. Og svo glervinnustofan og það er alltaf að vera með smá tónlist og náttúrulega fólk verður að mæta snemma því það er ekki mörg sæti en þau ætla að reyna að bæta eitthvað við. Já, svona 30-40 manns á kannski. Já, þetta verður kósí. Já, nákvæmlega. Svo makalaus sambúð á fullu. Já, ég fór á frumsýninguna. Já, ég ætla að mæta, ég bara... Æðislega skemmtilegt. Því miður komst ekki, en ég heyrði að þetta hafi verið alveg magnað. Já, ég held að það hafi örugglega verið fullt. Mér sýndist vera setið þarna í hverju sæti. Og þau gerir þetta rosalega vel. En maður ekkert neginn, þau hafa alltaf staðið sig alveg rosalega vel í þeim leikritum sem þau hafa sett á svið. Þannig að maður gerir bara ráð fyrir því. Já. En þetta var bara mjög vel gert og allir leikari stóðu sig mjög ofsalega vel og gekk allt upp. En leikritið er líka bara svo skemmtilegt. Já.
Svo búið að laga texta náttúrulega svolítið að bæði Suðurlandi og svo bara að tímanum í dag, þannig að þetta bara, maður hló mjög mikið, þetta var alveg mikið fjör, þannig að það er alveg hægt að mæla með þessari skemmtun. Já, heldur betur, ég heyrði frá vinkonu minni, henni Jórunni, sem var með mig síðasta föstudag í beinni, að hún hafi verið í langan tíma að laga maskaran hjá sér eftir leikritið. Já, það er svolítið svoleiðis. Já, það er bara þannig. Þetta er æðislegt og ég held að það er mitt næsta sýning hjá þeim er núna næstu helgi á hvort það sé ekki bara á föstudeginum. Já, það er núna, er ekki á morgun? Á morgun, já. Það er þessar vikur, það líða svo rætt. Það er bara komin helgi, bara maður byrjar vikuna og strax komin helgi. Elska mín, það eru 50 og eitthvað daga til jóla? Ekki segja þetta, en hefðu talandi jólin. Já. Við erum nefnilega, svo erum nú búin að vera undirbúa safnahelgi á Suðurlandi sem er fyrstu helgina í nóvember. Já. Og hún ætlar í Selvoginum, nú er þetta svo stórt svæði, þetta nær frá Selvoginum í vestri og allalega Höfn í austri. Og ég veit að hún ætlar að draga fram jólavörurnar í pilsu og þjónustu húsinu, pilsuvagninum og þjónustuhúsinu. Þar verður opið safnahelgina og hún ætlar að draga fram jólavörurnar. Já, er ekki bara... Ég kyngdi því þátt að já, það er kannski bara að huga þessu. Já, er ekki, flest allar verslanir í bænum búin að taka þetta fram? Jú, þetta er voða mikið. Maður er svona að reyna að halda börnunum á jörðinni, svona ekki alltaf miklu athygli á þessu. En þetta er samt gaman og svona aðeins að fá fiðringin, sérstaklega fyrst það er orðið hvítt þarna hjá ykkur. Já, þú eru bara að kíkja í kaffi. Ég verði að koma að kíkja. En já, af því að ég var að segja á þann að ég væri til í að tilnefna fyrirtæki. Það er koma því. Já. Mér finnst þið eiga alveg skilið tilnefningu. Mér finnst það frábært framtak raddir unga fólksins. Já. Það var í síðustu viku, voru krakkarnir á Selfossi. Mjög skemmtilegur þáttur. Og núna í kvöld að þá er það frá Þorlákshöfn. Það voru krakkarnir hérna og þau eru voða spennt að koma, búin að undirbúa alveg heilmikla dagskrá og þetta er svo vel undirbúið hjá þeim. Ég var einmitt að skoða svona beinagrindina og þær verða þarna 4 stúlkur sem ætla að sjá til kvöld og er milli 7 og 9 og ég myndi bara mæla með því að fólk myndi kveikja þeir sem eru kannski ekki vanir að hlusta út á Suðurland á kvöldin. Ég held þetta skiptir svolítið. Sumir hlusta meira svona þeir eru í vinnunni. En nú mæli ég með því að fólk kveikja stillega út af Suðurland í kvöld og hlusti á krakkana. Þeir eru alveg, ég veit að þeir eftir að koma óvart. Já, algjörlega og eins og titillinn segir, þetta eru raddir unga fólksins. Já, þetta er alveg bara frábært framtak. Og svo tekur svo ekki bara önnur félagsmiðstöð við í næstu viku? Í næstu viku, jú. Þannig gengur þetta fyrir. Það er þetta margar félagsmiðstöðar sem eru að taka þátt í þessu núna. Ég er ekki alveg með þá beint fyrir frá mig. Ég er agalega að spyrja snótt. Sko, það er þú sem ert að koma mér á gat hérna. Já, ég sem á að koma þér á gat. Ég er ekki að það, en ég sem sagt mæli með því að þið bara kleppið ykkur aðeins á bakið og veljið ykkur fyrirtæki vikunar. Takk fyrir það, Barbara. Ég ætla að gefa mér klappabæki allavega. Já, gerðu það. En annars bara fínt að frétta. Já, allt ljómandi fínt. Við erum bara í miklu stuði og mikið gleði. Eins og alltaf. Endalaus menningaveisla framundan. Barbara er svo glöð. Ég er svo glöð og svo gengur svo vel í körfuboltanum og krakkarnir í öllum íþróttagreinunum að standa sig og svona, maður eru bara kátur. Þetta er yndislegt. Og það er einmitt núna 31. þá er það Þór Njarðvík. Já, þetta er spennandi, sjá hvernig það fer. Þeir eru allavega voðalega glaðir þess að Gaman að fylgjast með félaga mínum húnum Ragga Nat frá Hveragerði, að Nat-vélin er að standa sig vel. Já. Litli kallinn. Já, þetta er nákvæmlega. Hvað er hann? Hann er 2,18 held ég. Já, maður þurfti að líta tvisar þegar maður fór að sjá hann hérna í íþróttahúsinu. Er hann virkilega svona stór? Já, hann er virkilega svona stór. Já. Hann þarf að láta sér smíða á sig föt. Já. Og stundum skó. Já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman. Það er bara gaman að heyra í þér og ég segi bara góða helgi. Það, eins og segir, tíminn líður hratt og það er að koma aftur helgi. Já, við heyrjumst bara í næstu viku. Við gerum það. Það verður gaman. Takk fyrir þetta. Já, bless.